Ég hugsi, kallið þennan bara DCEU, Extended Universe. Er það ekki skammstöðinu fyrir DC? Það enda að fyndið, sko, það ekkert official. Það bara eitthvað sem að netið pikkar upp, bara DC Extended Universe. Þú getur náttúrulega ekki sagt bara DC Cinematic Universe, það bara MCU, DCCU, það hljóma líka ekki vel. En DC hefur aldrei kallað þetta DCEU. En ég sem bara persónulega alveg þar að, þú veist, ef þið getið ekki komið með fucking hugtak sjálfur, þá það bara komið með eitthvað, skilur við. Aðdóndið þurftu bara að leysa þetta. Já, en þetta DCEU. Já. Þú veist, það alveg viðurkennt, skilur við. Og ég með share wallpaper núna í stúdíónu, að því við þessar myndir sem við tala núna, tilheyra flestar þessum heimi. Já. Þessum tengda DC heimi. Þannig DC ákveður 2013, eftir Dark Knight Rises, að gera sín eigin heim. Og þeir byrja með Man of Steel. Sem Zack Snyder gerir og Christopher Nolan framleiðir. Já. Hvernig finnst þú nú? Sko, ég alveg þar. Mér finnst bara Man of Steel rosalega vanmetið mynd persónulega. Ok. Þarna, ég ekkert eitthvað heimsins, Snyder maður, en þetta alveg Snyder mynd, þó hann sé nú ekki eins og Watchmen eða 300. Það alveg gaman, það aðeins öðris áherslu þarna. Ég held að það stu verið sagt að Warner Bros. Hafði bara ekki leyft honum að leika sér svona með slow-mo, sko. Og í staðinn sé hann alltaf með þessi zoom-skot, sko. Og ég held að sé alveg eitthvað til í því, að það make alveg sense. Það svona svipaðir áherslu með því. En mér finnst, sko, ef það bara nýri handritið af Man of Steel, það bara margt rosalega gott. Og ég myndi setja hana, ef ég myndi ranka hana, sorry, með samanburðin við eitthvað MCU-dót, þá var hann easy top 5. Meinar að þú blanda líka MCU-myndum? Já, ég myndi bara taka hana og allra MCU og búið til lista, það var hann top 5. Ok. Ég myndi segja það. Ekki síst fyrir það að það vision, skilur. Já. Það eiginlega sem ég fíla mest við hana. Sko, ég svo cool, það svo mikið svona næs symbolisma á hvað henni líka. Eitt stærsta atriði í þessari mynd, það eru feðurnir. Jor-El, Russell Crowe og Kevin Costner, Jonathan Kent, báðir fáránlega vel kastaðir. Þungavíkta leikara. Þú með 2 þungavíkta leikara að leika feður hans. og sem Superman á skilið. Já. Og nefndum við ekkert í fyrir þetta, náttúrulega, Marlon Brando og Jor-El nefndum við eitthvað aðeins, það alveg gott casting líka. Já, en svo eðilega smá fyrir manna því hann var við skrítinn. Já, hann var ekkert að vanda sig þarna og eitthvað. Var ekkert að nenni sig eitthvað. Gerir lítið. Og meðan þeir báðir, Costner og Crowe, eru mikið í Man of Steel. Og það einmitt, þú varst að tala með dagann, hvernig svona hann fær eitthvað gildi frá Kent foreldrum. Já. Og það kannski sýnt, þú veist, það farið meira út í það í Man of Steel heldur en í 78. Mikið af atriðum að honum að tala við foreldrar sína og sérstaklega pappans. Það meira föður í myndin heldur en móður sem svona í fórgrunni að það. En mamma svo þetta var mjög mikilvægt. Já, og svo hún líka áfram í súpan og svona og Justice League. Þetta klálega að virka svolítið svona ætlarinn, skilur við. Það svolítið svona þetta feðgasamband. En svo líka þessi myndi mjög mikið það. Þetta þú veist, geimvera á jörðinni. Og bara fara svona svolítið út í hvernig hann líður og svona, hann alltaf veit ekki hvort hann að fara að koma fram í ljósið og hjálpa eða hvort hann bara vera hann sjálfur. Bara hvernig passa hann í hana heim? Og það sem Kevin Costner segir við hann segir, Jonathan Kent, you don't owe these people anything. Bara, þú veist, vertu bara þú og gera það sem þú vilt og hann þetta jafnvel kannski að reyna að fá hann til að gera ekki neitt. Hann vill bara, hann svo hræddur öryggið hans, bara ef þú kemur út þá verður bara handsamaður og gert einhverja rannsóknir á þér eða eitthvað. Það takaði aldrei sátt, sem að síðan ongoing þema í Batman v Superman. Á meðan að Jor-El, hann segir strax, áður en hann sendir Kal-El til jarðar, he'll be a symbol of hope for humanity. Eitthvað, þú veist, he'll right their wrongs, skrænilega veit alveg, Krypton fucking beyond, þeir veit alveg hvernig hlutin á jörðinni og þeir veit alveg ekkert góðir. En hann hefur trúaði að hann sendi son sinn, enga son sinn, til jarðarinnar, það mun hann leiða gott af sér, sem við vitum að hann gerir. Þetta myndi ég segja þessi kórið í myndinni. Já. Og mér finnst það geggjað. Og hann fer út í kórið á karakterunum. Akkurat það sem hann má tala um á hann. Bara, hann að gefa gott af sér, af hverju? Hann skuldar ekki neitt. Og líka einmitt,
Hann er alltaf all powerful. Þetta er svona fyrsta sem ég vildi segja. Já. Hvað finnst þér hana? Málega ég fór hann náttúrulega í bíó líka og mjög spenntur. Mér varst trailerinn geða ykkur. Mér varst hún góð, Já. en mér varst aðeins vant upp á. Svo horfði ég hann aftur núna fyrir podcastið og hún er drullu góð. Er það ekki? Jó, hún er drullu góð. Fjögur. Ég fíla það betur ef eitthvað er í dag, heldur en þegar ég sá hana fyrst. Ég er sama. Þegar ég sá hana fyrst, þá var eitthvað sem buggaði mig, sem buggaði mig minna núna. En það sem buggaði mig samt, buggaði mig alveg ennþá, og það er kannski aðalega hvernig hún er peysumyndin eins og ég er lokin. Fyrir mér er myndin bara búin þegar World Machine hrinur. Já, en í staðan kemur bara hálftíma action. Já, í staðan, svo kemur eftir það, kemur slagurnar sem sot. Ég fann það bara með svona allt búið frá úrni. Þeir hefði þetta stillu svo aðeins öðru sér upp að World Machine færi niður aðeins setna eða eitthvað. Já, eða hann er að berast einhvern veginn við sot á meðan World Machine er í gangi, eitthvað svoleiðis. Eða kannski bara því það er náttúrulega Lois og Hamilton og þarna military gunner sem er Green Lantern og hvað, þú veist, er að hjálpa hana. Kannski getur bara gefið þeim meira agency í þessu og ekki þurft að senda hann til Indlands þarna, eða, þú veist. Já, ég veit ekki hvernig á að leysa þetta, en mér fannst einhvern veginn, já, þú fattir hvað ef ég fann það líka bara því ég horfði hún aftur á hana bara, að þegar ég horfði á hana núna, þá var ég bara, shit, þú veist, ég elska þetta Krypton-dót, hún er fucking sölusmynd. Já, maður. Hún til dæmis, ég myndi segja að þetta væri meira, ekki það skipti öllu máli, þessi myndi meira töff og það er þannig bara lúkja á henni, actionatriðin, karakterinn aftur í samanbyrjun núna við MCU, þetta er meira töff heldur en allt sem það er gert. Og mér finnst líka gaman að svo er DCU allt visuáli byggt á þessari mynd. Já. En það er samt klálega miklu meira skekkjumörk í DCU hvað þú mátt gera svona cinemalega séð heldur í MCU. Þú veist, Suicide Squad, The Suicide Squad er ekkert eins og mann stíl eitthvað þannig. Nei, algjörlega ekki. Þannig ég var rosalega ánægð með hana. Mér finnst hún flott. Mér finnst hún skemmtileg með Cavill frábær sem Superman. Cavill er ekki að Superman. Ég bara, hot take, heyrðu það fyrst hér, örugglega ekki, en Cavill er ekki að Superman. En málið, það er ekkert hot take, það er allir sammála um það. Já, það er allir að biðja Cavill aftur í dag. Ég skil ekki, það er bara líka svo, við veit ekki alveg kannski hvað þið vilja gera við Superman núna. Ég vil fá hann meira en ég vil ekki fá hann í einhverju ömulegri mynd, skilja, þú veist, og þetta er bara ein Superman mynd. Þetta er svona 3 leikur, þetta er eiginlega mjög áhugavert á því leiti, þú veist, þetta er Superman mynd, svo þetta Batman og Superman mynd og svo þetta Justice League mynd, en þetta er bullandi 3 leikur. Já, en mér veist það samt fara ranga leða þessu, þeir hefði átt að gera bara Man of Steel 2. Já, ég held sko kom aðeins betur en aðeins smá, en ég held að Batman Superman, hún hefði verið svalari að Batman væri minni inni. Hann væri meira bara eins og vondikall, skilur við. En hann er eiginlega aðperson. Það er Snyder, vildi miklu frekar að gera Batman með þetta Superman. Skilja fucking lega. Man langar að gera það. Nei, bara fyrir hvernig leikstjórinn er og hvað hann fílar og hún er töff. Hann er miklu meiri Batman-gaur heldur Superman-gaur. Það sést í henni. Ef hann hefði fengið að gera bara A-rated Batman-mynd, þá hefði hann gert það. Ég er alveg til að sjá það, en Man of Steel fannst mér flott byrjun. Ég ætlaði með þetta að segja, þú nefnir Krypton, bara í alvörunni, fyrsti hálftíminn af Man of Steel er bara eina bestu sci-fi myndunum síðustu 15 ára, þú veist. Þetta er hella heimur, já. Og þetta er bara svo flest out fyrir eitthvað sem maður sko argjófli þarf ekki svona að vera. Já, þú veist, SWAT er náttúrulega alltaf í þessari mynd, en þetta saman við 78, sem er eiginlega sama, þú veist, það eru 10-20 mínútur sem eru að establisa þetta, bara sama dótið, og sem er mjög töff, og mjög mikið vision þar líka, en það sem er að gera þarna, þessi heimur sem þeir byggja, er bara, þú veist. Hann áhörur. Já, og það líka er svo mikilvægt að því að seinna, það er þetta World Engine, plott í þessari mynd, er að SWAT og hans fylgjendur, þeir eru komnir til jarðarinnar, þeir vantar hann, af því að hann er með kódexið, með DNA upplýsingunum, sci-fi concept, fyrir Krypton búa, og þeir ætla að terraforma jörðinni og gera hana að nú Krypton, sem að mér finnst geðveikt compelling, og mér finnst fólk ekki tala um það, þetta er eitthvað, þú veist, þeir eru að reyna að bjarga heiminu sinum, ekki kannski góðir gæjar, með því að stúta okkar, og líka þurfa er eitthvað að stúta jörðinni til að gera þetta,
Nei, en fuck it, allavega það myndi ekkert virka eins vel ef hún væri ekki með svona flest out krypton í byrjun og mikið af því sem að skipti máli í sögunni eiginlega allt kemur fram hann áður hann að koma í jörnuna. Það er góða punktur, af því það er ekki svolítið nauðsynlegt fyrir okkur að sjá aðeins krypton að þið myndi snýst það fyrir hann að búið til nýja krypton. Takk kærlega fyrir að hlusta eða horfa á þessar fyrstu mínútur af þessum áskiptu þætti, en til þess að horfa á hann eða hlusta á hann í heild sinni þá þurfa að fara á bioblaður.is og gerast áskrifundur. Endilega kíkja á þetta er bara 1099 krónur á mánuði og ég að fara að dæla inn alls konar skemmtilegum áskiptu þáttum. Kíkja á bioblaður.is